Þakkar fyrir Oddný. Hjá mér eru sest hernaðarandstæðingar, tveir, Soffía Sigurðardóttir og Guttormur Þorsteinsson. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Það brá nú ansi mörgum í brún í gær þegar bárust fréttir af 300-400 hermönnum hérna á Keflavíkursvæðinu. Voru þið jafnisa? Nei, það var sumt þarna sem að kannski koma óvart eða svona voru aðeins nýjar fréttir, en við höfum verið að fylgjast með þessari þróun, þessari uppbyggingu og vita að það hefur verið viðvera hermanna hér samfleytt í mörg ár, þannig að þetta er svona, já, kom okkur ekki beint á óvart en þetta margir sem að ég heldur bara herinn væri farin, þannig að Já, það virtist að vera. Nú talaði Sigríður Hagalín kollegi minn um það hreinlega að henni hefði brugðið í brún. Hún hefði bara fengið smá sjokk þegar hún áttaði sig á umfanginu, en það virðist svona sem svo að flestir hafi kannski verið þar. Þetta hefur farið svona hægt og hljótt. Sko, það halda margir að herinn hafi farið 2006, en hann skrappar hans til útlanda. Hann þurfti að hafa eitthvað þarfar að gera að mati stjórnenda í Írak og þurfti að fá þyrlutar þangað líka og svona. Þannig að hann bara brá sér aðeins til útlanda, en hann var ekkert farinn, sko. Svo vorum við með eitthvað kröfur, var það ekki? Var þetta ekki þegar Davíð Oddsson fer þarna og reynir að halda þeim? Jú, hann var að reyna að halda þeim, sko, því að herinn hefur náttúrulega alltaf verið ágætis tekjulind sem að gekk svo undir nafninu Hermangið og á þessum tíma þegar þetta breytist að þá var náttúrulega eiginlega ekkert fyrir þá að gera hérna á Íslandi. Það litið svolítið fram að því var þetta búið að vera gaman hernum að fá að fara til Íslands og sjá rússneska kafbáta og rússneskar herflugvélar og svona. Þannig að þeim fengu svona smá svona tilfinningu fyrir að þeir væri eitthvað að gera þetta í hernum, sko. Já, og svo kostaði engin mannslíf, sko, heldur. Nei, þægilega kannski leiðileg svolítið staða, en það var, já, þetta er náttúrulega, hann er á leiðinni svona í burtu meira og minna frá kalda stríðinu og svo er verið að reyna að halda í hann, og sem er akkurat svolítið öfugt með það sem er þegar herinn kemur upphálega, því að þá eru þáverandi stjórnvöld svona helst að reyna að halda umfanginu í skefjum, sko, í þessuna upphafi kalda stríðsins, en svo þarna undir lokin, þegar þetta var orðið bara til málamynda, þá eru þetta að halda í þetta eins og þau geta, og til dæmis akkurat þessi yfirlýsingum Halldórs og Davíðs um að við styddum við hernað Bandaríkin í Írak. Hún er náttúrulega komin til þess að kaupa sér meiri tíma, sem að okkur telst til að hafa verið svona 18 mánuður sem við fengu. Svo 2006 þá fer herinn allavega svona nafninu til, en það sem kannski í rauninni gerist þá er að herinn fer, en varnarsamningunum er ekki sagt upp eins og Davíð Oddsson hafði nú hótað, en það var Geir H. Haarde komin í forsætisráðherrastólinn og kannski svona aðeins rólegri í tíðinni. Þannig að, og því miður, þá er varnarsamningunum ekki sagt upp, af því að það hafði verið svona kannski þessi skilningur sem að Davíð og Halldór héldu fram að það þyrfti að vera sameiginleg ákvörðun Íslands og Bandaríkjanna hvaða herafli væri hér, þó að það hafi verið svona bóltið að snúa þessu við frá því að reyna að halda aftur á því að herinn flæddi hérna yfir og upp í það að reyna að halda sem flestum orðstu þóttum og eitthvað svoleiðis. En gallin við þetta er að með þessari hálfgerðu svona uppgjöf Íslands í þessu að gera ekki neitt í illum varnarsamningum og svoleiðis þegar herinn fer, að þá fær bandaríski herinn allar óskir sínar það að vera hér ennþá með öryggissvæði, vera hérna með aðstöðu fyrir flugvélar, geta millilent og svoleiðis og
og án þess að hafa neina skuldbindingar hvert vörnum Íslands í rauninni. Það er komið á þessu loftrýmis eftirliti 2008 sem koma orrustuþotur frá NATO-ríkjónum til að æfa sig í herflugi og það er alltaf fyrirfram auglýstum tímum, þannig að það er ekki mjög mikil kannski forvörn í því ef það er verið að tala einhverja varnir. Þetta er bara fólk kvartar yfir þessum háaða í útlandum og það er gott að geta komið til Íslands og terroriserað hvalina Þetta er svona sýningarflug eitthvað. Akkurat. Það verðist vera, Já, æfingarflug sko, það er svo þessi loftrýmis gæsla sem var eitthvað orð sem var fundið upp yfir þetta fyrirbæri og sko herstöðin á Íslandi þó að þetta heitir nú varnarsamningur þá hefur þetta aldrei snúist varnir Íslands sem ríkis og aldrei varnir Íslendinga sem íbúa í þessu ríki. Þetta snýst varnir Íslands sem bækistöða fyrir her. Akkurat. Það er verið að verja þessa herbækistöð sem að Ísland er og eins og sko, ég man ekki hver að vara forseti Bandaríkjanna sem að kallaði þetta þeirra ósökkvandi flugvélumóðurskip. Og þegar við tölum sko varnir Íslands og það sé verið að verja Ísland gegn einhverjum hugsanlegum aðila sem myndum ætla að hernema Ísland í hennum viðsjárverða heimi og það sé barnaskapur að halda að við þurfum ekki varnir svo allir hinnir. Sko, ef við bara segjum sem dæmi, stundum þarf bara að segja hvað er það sem að gætu ógnað öryggi Íslands. Segjum bara sem dæmi að Íslendingar segðu upp þessu varnarsamningi og segðu hernum bara fara. Við erum bara með komið breyta stefnu Við ætlum að ekki bara hafa engan íslenskan her, heldur líka engan útlenskan her. Bless. Hvaða ríki í veröldinni væri líklegast til þess að hertaka þá Ísland? Ég myndi halda Bandaríkin. Já, í rauninni. Já, Bandaríkin allavega einu sem hafa verið fyrir að þekka allar aðstöður og eiga bandamenn. Ef það yrði viðsjár kærist og alvarlegra stiga á milli Bandaríkjana og einhverja ríkja sem að þeir ættu í hernaðarátökum við, yfirvonandi hernaðarátökum við, þá eru það þeir sem að kæmu. Því að þeir eru nefnilega líka í NATO eins og nágrannaríkin okkar, þar á meðal Norrænuríkin, sem öll eru komin inn í NATO. Svo það færi enginn að andæfa því ef að Bandaríkin hertækju Ísland. Nei, ég sjálf sér ekki. Hvað erum við þá að gera? Bara svona styðja hernaðarstefnu Bandaríkjanna. Já, og það sem hefur náttúrulega gerst svolítið og við tölum að það sem Íslendingar hafa í rauninni bara svolítið afsalað sér þessar utanríkisstefnu bara með varnarsamningurum og með NATO og af því að við kannski höfum ekkert eitthvað svona mjög burðugar stofnanir til þess að standa í okkar eigin eða standa í fætina gagnvart Bandaríkjanum og þá höfum við bara svolítið gert utanríkisstefnu Bandaríkjanna af okkar eigin. Og það er akkurat það sem við þreytumst ekki á að benda á með þessari NATO-aðild og án þess að hafa nokkra vikt, ég meina mögulega geta Þýskaland og Frakkland haft einhver áhrif og eitthvað svoleiðis sem stærri ríki en við erum algjörlega bara ofurselt utanríkisstefnu Bandaríkjanna á NATO sem þátttakendur í þessu bandalagi og akkurat eins og Sofía segir að allar þessar varnarsamning sem snúast bara allar hernaðarlega hagsmuni Bandaríkjanna sem stórveldis og það er akkurat það sem kannski breytist 2006 þegar herinn fer þá hafa þeir engar sérstakar áhyggjur af Rússlandi eða Evrópu og vilja vandar bara fleiri hermenn og vopn og drápstól í Mið-Austurlönd en svo 2008 síðan þá hefur spennan jafnt og þétt aukist á milli Rússlands og Bandaríkjanna aftur og þá náttúrulega er svona aftur farið að læðast inn og bæta við veruna og svo 2016 þegar Lilja Alfreðsdóttir er í eitthvað augnablik utanríkisráðherra það er svolítið þetta tímabil sem gleymist Akkurat. Með Lilju Alfreðsdóttir hún hoppar inn, hvenær er þetta þegar Sigmundur er búin að segja af sér eða ég man ekki, þetta er eitthvað svona mjög stutt tímabil Einmitt. Gunnar Bragi er búin að vera þarna
En það sem að gerist, við vorum samtökin voru eitthvað búin að forvittnast hvað væri í gangi hérna bak við tjöldin og það var alltaf að tala um að það væri engar formlegar viðræður, en svo alltaf voru greinleikur óformlegar viðræður. Því allt í hennu dúk að Lilja upp með viðbót við varnarsamningin, sem að í rauninni gefur Bandaríkjunum bara fullt sjálfdæmi að ákveða hver er hernaðarleg þörfin fyrir varnir Íslands. Og við erum alltaf í mjög líka veikri stöðu af því að við höfum ekkert vita hernað. Það er engin sérþekking til á Íslandi hernað eða varnar þarfir Íslands eða lagt eitthvað sjálfstætt mat á það nema, varnir gegn eldgosum og eitthvað svona borgaralega varnir. Þannig að Bandaríkjamenn geta bara mætt og ekki sagt við þurfum þetta og svo þá fara þeir í auka viðbúna á þetta kafbáta eftirliti, það eru kafbátarnir frá Rússum afturfarnir að koma og Já. Og þetta gerist núna fyrir nokkrum, hvað er þetta bara í COVID eða eitthvað svoleiðis þegar þeir byrja að dúka aðeins upp rússnesku kafbátarnir svona inn í landhelginni og maður fór að sjá þessi svona auknu umsvif, allt í nú voru komin einhvers ein sprengjuþota og svo svona, þetta kemur alltaf í svona bylgjum virðist vera, svona yfir okkur allavega. Akkurat. Þó að hernaðurinn sé einhvern veginn alltaf jafnt og þétt bara svona Já, svo líka hugmyndir sem fólk hafði eftir fund Regans og Gorbatsjov í Reykjavík að kalda stríðinu væri lokið. En kalda stríðinu er ekki lokið. Þau lauk ekki þarna og er ekki lokið ennþá. Það þróast eins og annað og til dæmis þegar Biden var kosinn forseti Bandaríkjanna og þá sagði ég nú við félaga mína í Samfylkingunni, passið ykkur á Joe Biden. Hann nefnilega hefur alið allan sinn pólitíska aldur og það svolítið allan okkur ár í kaldastríðinu. Hann kann ekkert annað en kaldastríðshugsun og heilin á honum kól í þessu kaldastríði. Þannig að hann ekki fær að þróa neina nýja hugsun. Og Joe Biden, það ekki nóg að hann sé ekki Trump, því Joe Biden fer með ykkur í stríð. Og það gerði hann. Ég vissi ekki hvaða stríð og hvernig og nákvæmlega. Það var alveg fyrir séð. Og það sem var gert þegar Sovétríkin leystust upp það að þá var sagt að þessu var náttúrulega fagnað og það þurfti að koma hér á einingu í Evrópu og allt eftir því, en í raun var ekkert unnið að því að koma á einingu í Evrópu. Það var aldrei unnið að því. Það var unnið að því að útvíkka NATO. Varsjárbandalagið var lagt niður. Varsjárbandalagið vel að merkja yngre en NATO. Það var ansvar við NATO. Varsjárbandalagið listist upp, ekki bara Sovétríkin. Og þá var strax farið í það að leggja planið það að ná þessum sem flestum austur-Evrópuríkjum inn í hið vestræna bandalag, bæði hernaða bandalagi NATO og Evrópusambandið. Og þessu var síðan fylgt eftir með hernaðlegu markmiðum að ná aukinni hernaðstöðu kringum Sovétríkin. Og ef það hefði átt að vinna að einingu í Evrópu og framförum og samstöðu í Evrópu, þá hefði verið lögð eitthvað pólitísk áætlun hvernig það gert. En hún kom aldrei. Kannski bara fækka herstöðum Bandaríkja, hefði verið ágætt byrjun. Við segjum alltaf við hefðum alltaf bara að leggja niður NATO og samtíma var sér bandalagið og reyna að vinna einhverjum svona varalegum friði. Og hugmyndunum varnarbandalagið nefnilega ekki það engin hugmynd hvernig þú vinnur að friði. Og það engin friðarstefna. Nei. Ef við mótum stefnu í efnahagsmálum,
og annars höfum við kaos í efnahagsmálum. Við þurfum að móta stefnu í umhverfismálum, við fengið að missa umhverfismálum bara í skít og skólpið og við þurfum stefnu í friðarmálum ef við ætlum að hafa frið. En í staði fyrir að móta stefnu í friðarmálum þá friðarmálunum bara útvitað til hersins. Herinn, hann bara sér þetta. Við stjórnmálamenninni geta bara verið að sjá eitthvað annað, eitthvað kvótakerfi og jafnlaun áætlanir og raflínur og svona. Já, og ekki bara einhver her, líka bandaríski herinn, nú erum við að tala bara eins og hér. Allstaðar, þetta bara afhent hernum? Já, svona bandaríski herinn og það náttúrulega sérstaklega því að bandaríkjamenn eru akkurat þeir eru langfljótastir akkurat að grípa til hernaðarlegu lausnana þegar kemur að einhverjum áldamálum. Það alltaf svarið það einhver róstur í Sýrlandi eða Líbíu eða eitthvað svoleiðis og þá bara svarið, það alltaf senda sprengjuflugvélarnar Akkurat. Og þetta er akkurat utanríkisstefnan sem við kvittum upp á og ég meina það kannski ekki verið að við erum svo sem herlaust, þá ekki verið svo sem að draga íslenska hermenn inn í þetta en það er alltaf einhvern veginn þarf svona litlumis. Erum við nú fljót að klára hérna íslensku þjóð þegar það ákjæmi herskylda inn í NATO og við þurftum að senda kandidata. Við myndum allavega þurfa góðan hópa útlendingu til að vinna störfin á Íslandi við ætlum að senda Íslendingar í herinn. Það var nú einn sem að hefur sérst. Já, en nú erum við erum þetta samkomulag, við erum þetta, hvað er þetta, 70 og eitthvað ára samkomulag, það bara, hefur ekkert breyst. Það var komið hann einhverja svona reglugerðir og eitthvað svona ofan á en í grunninn þetta bara nákvæmlega sama samkomulagið og samkomulagið þetta að Bandaríkin hafa landsvæði eða herinn hefur landsvæði en það nú reyndar eitthvað aðeins búið að fyrst var það NATO og það voru nú einhver sem vildu halda því þannig að það yrði þá varnarher frá sem flestum þjóðum en ekki bara Bandaríkjunum en núna þetta bara orðið Bandaríkin eða hvernig var ég miskilega? Viðveran á vegum varnarsamningsins við Bandaríkin, svo eru einhverja ratsjárstöðvar og eitthvað svoleiðis sem eru á vegum NATO og við tökum þátt í einhvernum framkvæmdum þar og það til dæmis þessi kostnaðarþátttaka Íslands í þessu, vissulega kannski mest af þessum framkvæmdum verið að borga af Íslandi, af NATO og Bandaríkjunum, en við sjáum það til dæmis ef við skoðum útgjöld til varnarmála sem eru bara merkt varnarmálum í fjárlögum og þá hafa þau margfaldast núna á síðustu árum frá því að vera svona rétt rúmur milljarður og nú held ég að þessi talað að varnarmála útgjöld fyrir næstu fjárlögum eru 7 milljarðar og þar að vera einhver peningur náttúrulega sem fyrir í þessu vopnakaup til Úkraínu og svo til dæmis talaðum að það séu það byrju 100 manns komnir í mismunandi embætti sem sinna vörnum Íslands, sumt af því kannski einhverja borgarlega varnir en það einhver varnarmála skrifstoð til dæmis í utanríkisráðuneytinu það sem svolítið fólki og landhelgisgæslunum alltaf náttúrulega verið að þvæla inn í þetta að eitthvað sem ætti nú að vera svona borgarlegu stofnun er sendið í það að þjálfa hermenn og fjórsveltar borgarlega stofnanir sem og taka þátt í flótaæfingum bandarískum herskipum og svoleiðis, þannig að þetta eru auknar fjárhæðir sem voru settar í þetta og það er náttúrulega við erum verið að skýr stefna það að þeir bara auka og það hefur auðvitað verið krafa Bandaríkjanna lengi og forseta og utanríkisráðuneytis Bandaríkjastjórnar að breyta samningnum við Ísland að við gefum aðeins í staðan fyrir við höfum þennan einstaka samning sem við borgum minna en aðra þjóðir af því við erum herlaus þjóð, það þetta með 1% af vergri landsframleiðslu og svo en ég heyrði 2% og svo er hækkað upp í 2,5% það var alltaf þrýstingurinn á þessi NATO-ríki að taka þátt í því og Bandaríkjamenn neytu náttúrulega alltaf meira en það Evrópa sá enga sérstaka ástæðu til þess en núna eru næstum því öll Evrópuríkin í kjölfarið af Úkraínustríðin komin upp í þessi 2% og stefna yfir þessi 2,5%. Í hvað fer þetta? Hvað er þetta?
Hvert erum við að dæla þessum peningum? NATO, ég skal vist segja það að NATO ekki með her. NATO með sameiginlega herstjórn, þetta þess að bandalag sem sameiginlega herstjórn, en þeir sem að leggja til herinn eru viðkomandi herir. Viðkomandi ríki, þeir leggja til sín eigin her og sín eigin vopn. En þegar NATO sem slíkt, að því að stendur í átökum, ekki einstaka NATO-ríki, kannski eitthvað staðar í Írak eða annar staðar, heldur NATO sem slíkt, eins og bandalagi segir, árás og eitt árás á því öll, þannig ef eitthvað ræst og eitt þá eiga þau öll að koma. Og þá leggja þau öll til sín her, en Ísland hefur engan her. Og þess vegna leggur Ísland ekki til neitt her. Og svo kemur náttúrulega fram á fjárlögum þessara ríkja hvað þau að leggja til þessara mála og þar með líka til hernaðarbandalagsins. En Ísland Ísland að auka þáttöku sína í hernaðarþættunum í NATO. Og framan af þá sátu Íslendingar einfallega ekki herráðsfundi NATO af því að þeir hefur engan her og engan aðmirál eða general eða hvað sem þetta líð nú kallað, hefur búið að næla á nokkrum stjórnum. Þannig að við vorum ekki þar og núna verið að senda einhverja til þess að sitja þessa fundi. Þannig að Íslandi farið að taka virkari þátt í hernaðarstefnunni sjálfri. Og það náttúrulega kostar útgjöld líka eins og annað. Þannig að það hluti af þessum útgjöldu sem að verða þarna. Nú, svo Ísland að kaupa hergögn. Eins og að Íslandi að kaupa hergögn sem eru sendin á vígstöðvarnir í Úkraínu. Þannig að þannig Ísland farið að taka, við framleiðum ekki hergögn, en við kaupum hergögn af einhverjum sem að eru síðan notuð í stríð. Við vorum til dæmis ekki að fjármagna Íraksstríði með kaupum á hergögnum. En það verið að núna fjármagna stríðið í Úkraínu með beinum hernaði þess að beinu fjármunum til hernaðar, þegar við höfum hvorki her eða hergögn, þá bara kostum við það til annara. Þetta akkurat svolítið skrítið til dæmis því að í gegnum allt kaldastríðið þegar Sovétríkin eru svona mun skæðari óvinnur heldur en til dæmis Rússlands í dag, miklu meiri ógn sem að virtist stafa af þeim en samt töldu Íslendingar sig ekki þurfa að taka neitt þátt í einhverju hermangi svoleiðis eins og segja, við mættum ekki á þessa herráðsfundi, við bara lítum svo við hefðum ekki til málan að leggja, við hefum ekki vita á þessu, en svo eru nýlegir utanríkisráðherrar rosa spenntir fyrir því og eða hafa einhverja minnimáttarkennd fyrir því að vera stjórna her landið sem ekki með her og getur ekki hafa langar í aðmírálstöðu? Já, hafa engan til að sína sér borðaklæddan á þessum fundum og það var ekkert svolítið fyndin frétt á samstöðunni sem að ég rifjaði upp núna þegar ég var að skoða þessi mál akkurat við sendum núna síðast á herráðsfund NATO, það voru 30 herfóringjar og 1 skrifstofustjóri sem kom frá Íslandi og allir borðalæðir og hann bara jakkafötum greið þannig að þetta er svona minnumáttarkennd sem eru séð aðeins poppa upp til dæmis eftirminnilega í Afganistan stríðinu þegar NATO var komið inn þar og þar með vorum við komin inn og vorum að leggja til eitthvað, þú veist, flugstjórn á flugvellinum í Kabul og svoleiðis og þá eru sendir út eitthvað sem voru kallaðir friðargæsluliðar hér á Íslandi en eru svo í rauninu bara titlaðir íslenski herinn þegar eru komið út. Já. Og þetta endaði náttúrulega allt illa, það var gerð árás á hermennina þegar þeir voru að kaupa teppi í Kabul og þá komst allt þetta upp á Íslandi og var svona snarlega bakka með það. En svo alltaf aftur núna þessi
þrýstingur þó að kannski við séum ekki að fara að stofna formulegan her að einhvern veginn að taka þátt í öllu þessu braskip, kaupa hergögn, mæta á þessa fundi, láta landhelgisgæsluna taka þátt í að þjálfa úkraínska sjóliðsforingja og svoleiðis. Þannig að það er svona metnaðurinn stendur greinilega til þess að við tökum meiri þátt í þessu. Nú velti ég fyrir mér svona bara í samhengi við sjálfstæði þjóðar bara. Nú að því að þetta er svona óþægilegt svona óþægilegur imperialismi sem einhvern veginn kemur með svona hervaldi á þú veist manni líður einhvern veginn svona þannig eins og við séum einhvern veginn að fara að missa hér einhver völd vegna þess að ég meina bandaríska herinn hefur bara allt vald til þess að breyta lögum og flugleiðum og gera í rauninni það sem mann dettur í hug ef að eitthvað kemur til. Það er til dæmis ákvæði það að hér skuli ekki vera kjarnorkuvopn á friðartímum en það er ekkit ákvæði það að hér skuli ekki vera kjarnorkuvopn á ófriðartímum og heldur náttúrulega engin skilgreining á ófriðartímum. Það er að segja að þannig að það við svona drögum ákveðna línur en ekki sterkar en svo að það er haldið opnu að þessu með að nauðsyn brýtur lög og því er haldið hér opnu að það sé hægt að vera með kjarnorkuvopn á Íslandi. Það er ekki bann við því að það sé kjarnorkuvopn og ekki náttúrulega eftirlit með því að það séu ekki kjarnorkuvopn borð í hvorki skipum sem að fara inn í íslenska landhelgi eða flugvélum sem að fljúga íslenska lofthelgi. Og það að hefur verið aðstæða til þess að sé hægt að hafa kjarnorkuvopn á Keflavíkurflugvelli og mér finnst mjög líklegt að í þeim framkvæmdum sem að þarna er í gangi núna þar sé gert ráð fyrir því. Ég held að sé enga líkur á því að þegar það á að stækka Helguvíkurhöfn til þess að geta tekið þar inn stærstu herskip NATO-flotans. Já, mjög bráðrindar svo þegar ég sá það. Þau verði ekki með kjarnorkuvopn og það er náttúrulega líka aðstæða sem við hafa inni í Hvalfirði. Þannig að kjarnorkuvopn í kafbátum líka og allt þetta, það er ekkert eftirlit sem að fylgist með því að eina eftirlitið með hernaðarumsvifum á Íslandi er á höndum Bandaríkjanna. Og þetta er eitthvað sem við höfum ítrekkað alltaf þegar til eins og þegar B2 sprengjuþótunar sem eru akkurat dúkuð fyrir nokkrum árum síðan fyrst og svo var talað fyrsta tíð Pence að núna væri Ísland lítið á sem einhvers konar útstöð fyrir þessar vélar og við sendum fyrirspurn til utanríkisráðuneytisins hvað í ósköpunum þýðir þetta, er búið að hafa eitthvað samráð við utanríkisráðuneytið og það var bara vísað í annars vegar varnarsáttmálanum að Bandaríkin við hlutumst ekki til hvað Bandaríkin teldu sig þurfa að hafa hér, hvað við eru og svo spurðum við náttúrulega kjarnavopnin því að B2 sprengjuflugurnar geta borið fullt af kjarnavopnum og eru náttúrulega svona eiga að geta smogið inn í lofthelgi óvinnaríkisins óséð. Þessa flötu. Já, mjög svona speysaðar. Mjög óhugnalegar. Algjörlega svartar og þær geta borið kjarnavopn og við spurðum hvort það væri einhverja trygginga fyrir því að það væru engin kjarnavopn og þá er alltaf utanríkisráðuneytið svarar þá alltaf þannig að þá er vísað í þjóðaröryggisstefnu Íslands sem var samþykkt einhvern tímann það sem var talað að akkurat ætti ekki að vera kjarnavopn í íslenskri lögsögu en það eru nokkru gallar akkurat á því eins og Soffía nefndi við höfum enga sjálfstæða getu til að leggja mat á það og líka það að þessi þjóðaröryggisstefna var í rauninni svona ákveðin tilmæli lagasetningu sem fór svo aldrei fram en svo er alltaf vísað í hana eins og hafa eitthvað gildi lagasetningar en þetta er bara svona einhver viðmið í rauninni sem allir segja svo sem vilja vinna eftir og svo er búið að segja það að Bandaríkin séu meðvituð þetta en Bandaríkin hafa líka þá stefnu að gefa aldrei upp hvort að það séu kjarnavopn í þeirra förum. En það væri það bara hernaðarlega mjög vitlaust. Og svo þetta enn sem að Guðrún verið að segja það skuli ekki vera kjarnavopn hér en þetta enn
ekki háð samþykki Íslendinga. Það sé að þeir verða ekki spurðir Nei. ef að herinn þarf að koma til þess að þeir að koma í bandarski herinn til þess að þeir að koma hinga með kjarnorkuvopn, þá hefur hann ekki að spurja Íslendinga. Ennið það en Íslendingar skuldbinda sig til þess að samþykja það ef það verður talið nauðsynlegt. Þannig að þetta er skuldbindingur raunverulega á Ísland. Ísland á að samþykja það ef að bandaríski herinn ákveður að koma með kjarnorkuvopn, en ekki að Bandaríkin þurfi að spyrja Íslendinga leyfi. Það virðist, þetta er auðvitað bara mjög einhliða því að Bandaríkin virðist geta sagt bara við þurfum þetta á þessum tímum og við getum ekki sagt við því. Við getum lítið beðið í staðin og ég velti fyrir mér þegar það talaði með þessar varnir og þetta sem við eigum að vera að fá tilbaka. Hvað er það? Bara það sama og alltaf á við erum ekkert að fá annan tilbaka heldur en hérna að bandaríski herinn var gríðarlega mjólkurkýr á Íslandi, strax bara breski herinn var það og það var nú gert grína svo kalla hérna blessa stríði sem gerði síni mína ríka. Íslandingar fórnuðu alveg bæði fjármunum og mannslífum í síðari heimsstyrjöldinni. Á þess að það væri með hér, þetta var meira fólk sem var bara fyrir þessu í siglingum, sjómenn og hérna á bæði fiskiskipum og farskipum. En þarna náttúrulega verður til vinna og Ísland kemst út úr kreppunni með allir þessari vinnu sem í kringum herinn. Hann þarf vegi og húsnæði og ýmislegt. Og það samur upp á Keflavíkurflugvelli. Íslenskir aðalverktakar sem eru gríðarlega öflugt verktakafyrirtæki sem sáum allan nýframkvæmdur upp á Keflavíkurflugvelli og svo þurfti annað fyrirtæki sem Keflavíkurverktakar sem að sjá viðhaldsverkefnin á Keflavíkurflugvelli og Keflavíkurverktakar uksu eftir því sem að herinn var búin að vera lengur og þurfti meira á viðhaldi mannvirkja að halda og það sagði mér nú hérna maður að þegar þú komst á einhverja fundi í NATO og það var nefnt nafnið Iceland Prime Contractors að þá bara snýri mér sér við því að þetta fyrirtæki var náttúrulega frægt fyrir það hvað þið skrifuðu feita reikninga fyrir öllu sem að þeir gerðu hér á Íslandi Þannig að sem er svo og kannski allt annað samtala en maður hugsaði að því báa fjárhagsstöðu Reykjanesbæjar og hérna og hvernig það virðist ekki skila sér samt sem áður einn svona þetta var líka herinn líka var einn stærsti atvinnurekandinn á Suðurnesjum og þetta var farið að bitna á bara ýmsum öðrum atvinnugreinum því að það var fyrst og fremst verið að horfa á svona, hvað maður segja, atvinnugreina sem að kröfðist ekki mikillar menntunar. Krakkarnir í fjölbrautaskólanum framan af þegar hann byrjaði. Hinn fannst engin ástæða þess að klára fjölbrautaskólanum þegar komist í vinnu. Þannig að menntunarstig og var lágt á Suðurnesjunum en atvinnustigið nokkuð hátt. Svo þegar herinn fór, þá bara fór stóriðjan af Suðurnesjum og Suðurnesja búa sátu náttúrulega bara sveittir við að finna hvað getum við fundið stálpípuverksmiðju, það var nú stálpípuverksmiðja sem að þeim var seld alveg í þrennum kostningum held ég, það átti að koma stór stálpípuverksmiðja niður í Helguvík og það var alltaf verið að leita að einhverju svona, þannig kom þessi United Silicon fabrika af því að það er verið að leita að einhverju stóriðju í staðin fyrir stóriðjuna sem fór og þetta svo sem gerist víðar til dæmis bara eins og við virkjanaframkvæmdir á Íslandi ég nú á Suðurlandi og þegar var verið að byggja virkjanana hverju eftir annari fyrst Búrfellsvirkjun og síðan Sigöldu og áfram að þá var það þannig að á Íslandi voru þannig reglur að verkalýðsfélög á hverju svæði að félagsmenn þeirra hefði forgang að atvinnu á svæðinu
Svo ef það þurfti meira vinnuafl, þá gat það komið annars staðar frá. Þannig að verkalýðsfélagi Rangæingur, að allir félagsmenn þar höfðu og bara íbúa þar með og það bara gæst í verkalýðsfélagið og fegst vinnu á svæðinu. Svo komi verkalýðsfélagin í Árnessýslu og höfðu líka næst í röðin í aðgang. Og svo koma erlendir verkamenn því að það voru Júgóslavar sem byggðu Sigölduvirkjun. Og allt þetta fólk borgar í lífeyrissjóð og það var á þeim tíma 4% sem var dregið af á launaseðlunni þínu og 6% viðbótarframlag frá atvinnurekandanum og búið að hækka viðbótarframlagið þannig að það haldi 4% á launaseðlunum. Og þegar síðan ef þú fórst úr þessu stéttarfélagi til dæmis bara fluttur úr landi, þá máttur þú taka út 4% þín, ekki 6%. Þannig að það voru borgað í lífeyrissjóði af Júgóslöfunni líka og þeir fengu 4% sín þegar þeir fóru og koma aftur til Íslands, en 6% sátu eftir og lífeyrissjóðunni þarna fyrnaði. Þetta einn af fáum litlum lífeyrissjóðum á landinu ennþá. Þetta sko, já, og það væntanlega eitthvað svipað upp á teningum núna. Þetta sög til vinnuafl sem kom úr öðrum greinum. Þetta var mest kallastörf og þá var farin að setja svona saumastofu hellu og prjónastofu í Vík og eitthvað svona handa konunum að gera. Því að svo þið vitið, þá geta konur ekki keyrt búkollur, geta bara mjólka búkollur. Þannig að þær fengu að sitja eftir mjólka kýtnarum meðan bændurnir fóru í En hvernig þetta sama gerist á Norðan? Já, þau nú réttlæti Þórdís Kolbrún, fráfarandi utanríkisráðherra í starfsstjórn. Hún situr fyrir svörum í Silfrinu í gær. Það sem að hún talar að þetta sé nú eða aldrei, segir hún. Þetta svo hræðilegur heimur og við þurfum að gera eitthvað í okkur málum, við þurfum að einhvern veginn að styrkja varnirnar okkur svona og það það sem, ég velti því svo mikið fyrir mér í samhengi við varnarsamningin sem að kveður ekki á neinar sérstakar varnir nema bara eins og Bandaríkja her hendar. Hvað hún að tala Þetta er mjög góð spurning og ég meina auðvitað það sem kannski augljóst núna einhvern veginn, það alltaf verið að tala ógnina sem að stafar á Rússum og eitthvað svoleiðis og það akkurat þarna Sertis og eitthvað svoleiðis sem að nú var það Þórdís Kolbrún sjálf sem að fleygði burt sendi, hún flaug heim var það ekki, sendi hér Moskvu eða var það öfugt? Hún kallaði heim. En ég meina augljóslega fyrsta lagi náttúrulega eins og þú segir viðbúnaðurinn hér á Íslandi miðað ekki að því að vernda Ísland fyrir innrás Rússa eða eitthvað svoleiðis heldur þetta bara það bækistöðvar sem að Bandaríkin telja sig þurfa og það tala eitthvað styrkja varnir hvaða varnir? Og akkurat, þú veist, maður kannski færtur auk fyrir eins og segir einhvern svona borgarlegum vörnum en svo þegar þið fara að tala ef þú ert farin að ímynda þér til dæmis eitthvað allsherjar stríð við Rússlandi eða eitthvað svoleiðis þá myndi ég nú kannski segja að varninda væri bara það að grafa kjarnorkubyrgi því að það er ekkit, við erum ekki að fara að lenda hér í einhverjum innrásum einhverja rússneska landgöngulið en eitt svoleiðis, það er bara ef þetta er komið í segjum sem svo og verandi bara þessi fljótandi ósökkvanlega herstöð þú veist, miðju Atlantshafi eitthvað staðar og við erum tiltölulega fá það er þetta með einni kjarnorkuflaug eru hægt að ég bara farga mörgum óvinnaflaugum og án þess að skaða neitt ofboðslega marga svona í stóra samhenginu það er alltaf hægt að taka þetta samtal svona endalaust og fram og tilbaka og fabulera en einmitt það er einhvern veginn Bandaríkjamenn æfðu bandaríska landgönguliðið æfðu fyrir nokkrum árum síðan það var mjög kostulegt, það var á svona hausti og þá æfðu landgöngu í einhvers staðar á Suðurnesjum
og það gekk nú ekki betur en svo, þurfti endalaust að fresta vegna veðurs, þannig að þá vitum við það ef rússarnir gera strandtök þá þarf að bíða eftir að verði nógu gott veður til að Bandaríkjamennirnir komi hér á móti. Já, en eins og segi, þetta eru fáránleg sko, plön einhvern veginn, sko, þú veist, auðvitað eru hermennirnir alltaf að æfa sig við þessu og hinnu, en ég meina, þú veist, það gerir hjálparsveitin svo sem líka já, ég meina, þú veist, þeir finna sér eitthvað að gera, sko, í þessu, en allar hugmyndir að við þurfum að hér að fara að verjast hér með einhverjum hefðbundum hernaði gagnvart einhverju erlendur ógn sem þá alltaf auðvitað, rússarnir sem horft á, það bara fyrirgefið, það bara þá kjarnorkuflugurnar verða farnar að fljúga hér á milli, sko, áður en að það gerist. Og þú veist, og sko, já, ég veit ekki, ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja lengur, að því að sko, þetta svo, mér finnst þetta persónlega svo bara svona bara heimskulegt allt saman og ég skilji, og það sem ég verið reynt að skilja og ná einhvern veginn fram í einmitt viðtölum við þessar ráðherra og allt þetta fólk sem er svo óbærslega upptekið að ég halda hérna einhverjum vörnum. Ég meina, sterkir innviðir, það ákveðin vörn í þeim og það þetta ákveðin vörn í eins og þú nefndir áðan einhvers konar eldgosavörn og ég meina það alls konar, það ákveðin vörn í menntun og líðheilsu. Já, ég meina allar okkar varnarþarfir eru þessu borgaralegu þarfir sem við erum mjög góð í að díla við mikið. En ég held að Þórdís Kolbrún hún raunverulega óttist hernaðarárás Rússa á Ísland og hún sé ekki fyrst og fremst að hugsa sko íslenska aðalverktaka og hluthafa þar. Þeir eru alveg lagnir við að hugsa sig sjálfur. En sko þessi ótti hennar stafar af því að hún er inn á gólfi hjá þessu kolruglaða liði sem er að undirbúa stríð. Þannig að hún sér hvað stríðið er yfirvofandi. Það eru bara íslenskir áhorfendur sem sitja og horfa á sjónvarpið sem verða bara alveg með kringlu og dögum og bara, aha, allt þetta stríð. Og en það eina sem henni dettur í hug er það hvernig við getum undirbúið okkur undir stríðið. Ekki hvernig förum við að því að afstýra stríðið. Já, akkurat. Og þetta er það sem er vandinn. Hann liggur þarna í þessu, það er enginn að undirbúa frið. Það er enginn að leggja fram neinar áætlanir frið, bara stríð. Hvaða vopn þurfum við, hvaða eldflaugar, hvernig dróna, það nú það nýjasta, og hvernig kafbáta og allt þetta, öll þessi hertæki og öll þessi eyðilegging og svo fara Svíar sko að rifja upp gamla takta sko síðar í heimsstyrjöldinni með því að fara niður í kjallara og safna niðursugudósum og vatni í flöskum og eitthvað. Búsund að geta verið þar í einhverja 4 dag og eitthvað sko að því þú nefndir þetta með sko að grafa kjarnorkubyrgi. Þegar ég var í MH þá vorum við að ræða í eðlisfræði tíma eitthvað kjarnorku og þá var eitthvað sem að spurði hvernig það úr hverju er best að gera kjarnorkubyrgi. Þegar var bara að tala svona geisla áhrif og komið til gegnum þetta og hitt og eitthvað og sannig grasi er eitthvað í efnavirkni í grasi sem að dregur úr kjarnorkugeislun. Nei, sagði hann. Þá verður bara eftirleikur, þá þarf ekki að taka þátt í eins löngum eftirleik. En kannski já, bara rétt á þetta er raunverulega, þetta er varnarstefnan í hnotskurn. Hún er kjarnorkubyrgi úr grasi. Akkurat. Það er enginn að gera neitt til þess að afstýra hernað sko. Norðurlandasagan, hún er full af átökum milli Norðurlanda kóngana allra saman. Þannig að nýbúið að vera að sýna þætti í sjónvarpinu, sögu Svíþjóð, þá búið að taka líka sögu Danmörkur.
Þetta voru og skoða gömul landakorta, þá hérna Danaveldi hérna og Svíaveldi þarna og Svíaveldi tók við Balkanríkin og norðurhluta Póllands og allt þetta og þetta voru stórveldistímarnir. Svo kom einhverjir svona ungir sagfræðingar og fara að skoða þetta og komast að því að það var orðið hérna hallari bara að vantaði fólk í Svíþjóð. Það voru allir karlmenn sendir í herinn, þeir byrjuðu á því þeir voru að munstra liði í herinn, þeir var náttúrulega ekkert spurður, þeir voru bara teknur og sendir í herinn. Þá tókstu einhverja auðnuleysingja og einhverja sem að voru illa vinnufærir og helst ekki giftir, að því að gifti menn þurfti að sjá fyrir fjölskyldum og börnum og svona. Svo náttúrulega dugði það ekki, það var búið að drepa þá allir eitthvað staðar í einhverju glóríus stríði eitthvað staðar og þá þurfti bara að fara að sækja hinna vinnandi menn og unga feður og alla þessa. Þetta sami er að gerast í Úkraínu núna. Þetta sami er að gerast í Úkraínu. Og við erum bara að endurtaka einhverja 200, 300, 400 ára gamla vitleysu og bæta bara við hann einhverjum rafdrifnum drónum, sko, brrr. Sem eru einmitt, maður er nú svolítið smyggur við þennan eftirlitshernað sem að svo og þetta tæknina sem að er notuð til þess að meiða og myrða fólk. En kannski bara svona aðlokum að því að nú þurfum við að fara að slúta. Guttormur, hvað ætlið þið samtökin? Ætlið þið að gera eitthvað sérstakt? Ætlið þið að senda frá ykkur eitthvað? Ætlið þið að í Keflavíkurgöngu? Já, við höfum náttúrulega reynt að svona pumpa utanríkisráðuneytið og þingmenn og svona allar upplýsingar þetta. Það getur verið svolítið erfitt líka, vonandi líka núna þegar fólk veit af þessu, þá kannski vaknar fólk aðeins til lífsins hvað er í gangi og þá er vonandi hægt að safna einhvers konar hreyfingu sem að hefur eitthvað að segja á móti þessu en náttúrulega eitt gallinn og þetta er náttúrulega svolítið kostulegt að Þórdís Kolbrún sé að kalla eftir meiri umræðu því að öllum mikilvægustu ákvörðunum utanríkismál hefur mjög markvisst verið haldið frá allri lýðræðislegri og þinglegri umræðu. Þannig að sko þetta er bara eitthvað sem er litið á sem að sé sko á borði utanríkisráðherra, ekki einu sinni ríkisstjórnarinnar, svo einstaka sinnum fær utanríkismálanefnd þingsins í trúnaði að heyra af þessu og svo ráða þeir hvað þeir telji vera það mikilvægt að sko utanríkismálanefndin þurfa að samþykkja það. En þetta kemur aldrei inn á palla þingsins og hvað þá einhvern veginn í einhverju svona víðari umræðu, þannig að það er svolítið á brattan að sækja að bara einhvern veginn akkurat að vekja athygli fólks á þessu og við náttúrulega reynum að, eins og segi, aðeins að vinna í gegnum bara þessar svona opinberu leiðir að krefja stjórnmálamennum svör og svo reynum við að vekja athygli á þessum svörum og hvað er í gangi en það er eitthvað nýtt í þessu? Hafið þið fengið einhver ný svör, eitthvað svona á eitthvað borð sem að þið klóruðu ykkur í hausnum yfir? Nei, við fáum alltaf þessar svona sömu svörum að þetta sé bara einhvern veginn á vegum varnarsamningsins og við einhvern veginn Ísland telji sig ekki hafa geta lagt mat á neitt sko og svo er náttúrulega líka svolítið spennandi að það verður svona áhugavert að sjá til dæmis hvernig þetta spilast í nýju þingi. Við höfum nú haft svona inngrip hjá sumum þingmönnum með akkurat að spyrja og þá hafa kannski svona aðeins meiri vikt spurninga þingmanna en ég veit ekki hvort að það eru ykkur friðarsinnar á nýkjörnu þingi. Nei, ég held að þetta sé allt NATO-flokkar sem er innan núna. Já, allavega með þau svör sem við fengum í okkar kannunum þá er þetta, við fengum reyndar ekki svör frá Flokki fólksins. Ég held að hafi bara ekki tekið afstöð til utanríkismála þannig að en við gerum náttúrulega það fyrsta sem við gerum núna við gera fljótlega er að senda á alla nýkjörna þingmenn sem sagt svona bara ákveðið ákall það að til dæmis styðja banni við kjarnorkuvopnum og við getum auðvitað reynt að svona prjóna aðeins meira við það núna þetta, hvort að það sé ekki hægt að þurfi ekki að einhvern veginn þessi umræða sem að Þórdís kallar eftir, hvort að það megin ekki taka það inn á vegum þingsins og svo, já, ég meina auðvitað fer maður að velta fyrir sér tækifærum til þess að mótmæla en það er nú líka búið að gera það oft svolítið erfitt til þess að mótmæltum við Evrópu þingsráðstefnunum sem var hér og það var búið að mynda svo stort öryggisvæði og við vorum komin eitthvað lengst út að Granda með okkar mótmæli. Það var með snæper á þakkinu. Ég ætla bara að segja það, ég er í Samfylkingunni og Samfylkingin er að fara að vera leiða næstu ríkisstjórn, sýnist mér nú öllu
og þeir muni alveg örugglega, ég get alveg lofa félögum minni því að þeir eiga eftir að fá að heyra það að sko það ekki nóg að setja eitthvað stað fremst í stefnuskrána að grunngildi Samfylkingarna séu jöfnuður, sjálfbærni og friður og síðan sést orðið friður ekki meir í stefnuskráni. En það kemur alveg sér paragrafum hvernig Samfylkingin vill að við tökum þátt í hernaði. Akkurat. Og þessi flokkur og aðrir sem að eru í þessari ríkisstjórn og eru á Alþingi, þó að séu ekki í ríkisstjórn, þurfa átt að segja á því að það þarf að fara að móta stefnu frið og stefna frið ekki að útvista málefnum friðar til hersins. Það ekkert stríð háð án hers og það verður engin friður með her. Nákvæmlega. Þakka þér fyrir þetta, Sofía. Við skulum láta þetta vera loka orðin. Guðrúnur, Sofía og bara samtök hernaðar andstæðinga. Þakka ykkur kærlega fyrir innlitið. Við munum nú alveg örugglega að fá að kippa ykkur svona inn fyrir og hingað við borðið við næsta tækifæri. Mér grunar að það sé að fara svona eitthvað af stað núna sem að við þurfum aðeins að ræða. En tókið við því að við höldum áfram hér eftir stuttar auglýsingar. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.